Heiðrún Ellie Goulding hér með lagið Anything Could Happen. Og það líka hárrétt hjá henni. Það mánudagur og það geti allt gerst. Klukkan orðin rúmlega 4 FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan mánudaginn. Og eins og flesta mánudagur upp á síðkastið þá situr hann beint á móti með hann Sóli Hólm. Ertu velkominn? Nei, ertu með raddbreytirinn. Það voru Pétur ánæður því að hann hélt að það væri allir á móti sem raddbreytir nema hann. Já, nefnilega þess vegna ég með hann. Já, því að hann var að kvarta kallt greið yfir því síðasta miðvikudag eða svona ekki hvað var svona forvitna, hvort engin annar væri að nota þetta. Já. Og væri hann frekar hissaði, þá væri enginn að gera það. En heyrðu ekki hvað þetta mikið drasl? Það heyrist ekki hvað maður segir, þetta ekki raddbreytir, þetta gefur bara einhver læti. Enda notum við þetta aðalega til þess að fólk heldur, bara upp á síkastið, þá hefur verið að nota þetta og fólk hefur haldið að segja eitthvað að símanum hans. Já, þetta algjörlega þannig. Þetta er engin í bara, flott flippröð þetta hefur með raddbreytindum. Af því að þú heyrir ekkert hvað hann að segja. Nei, ekki hvað hann að segja. Þú heyrir það hérna þegar ég var... Nei, maður sjá, segðu þið eitthvað í gegnum hann, ég ætla að tóa hvort ég fatti hvað þetta segja. Þetta er sem raddbreytir sem Pétur Jóhann keypti sér í Bandaríkjunum. Þú ert í stuði á mánudegi? Ég sagði, ég er ekki allir í stuði á mánudegi, það er rétt. Ok, ég náði helmingnum. Já, ok. Þetta er svo ríðilegt. Þetta er svo mikið draspað, það er verið að selja börninu þetta bara í Bandaríkjunum. Já. En hvernig ertu þennan mánudaginn, Sóli? Herðu, ljómandi góður maður. Já, þú ert alltaf svona ferskur. Já, þú finnur ekki betri mann til að vera með þér á mánudögum. Nei. Fjölskyldumaður, ráðsettur. Já. Þetta er ekki, þeir eru allir með móralið sem við erum seinni hluta vikunar hjá þeir, sko. Þetta er rólegar og kósi helgar hér og þú mæntir endur nærður innan tíminn. Já, hvað getur rétt ímyndaði með þér. Og það var alveg þannig hjá mér helgina. Já, ég væri með Gils hérna mánudögum, þá var það alveg skelfilegt. Já. Og hann segir að sé bara einn dagur í vikunni hjá hann sem er góður, það er föstudagur. Það er bara föstudagur, já. Annars er hann þunglindur. Já, en þess vegna er fínt að hafa hann á föstudum. Já. Hvernig var helginni þér? Heyrðu, hún var fín. Ég var bara átti mjög kósí stund á föstudaginn. Já. Fór út að borða með konuna. Eða svona, ekki út að borða, svona fengum okkar eins að borða. Aðeins að leggja sér, já, hvert að farið. Fórum bara snaps og fengum okkar að borða þar. Ok, kósí. Það var kannski ekki út að borða, þú veist, svona fengum okkar aðeins. Já. Fyrir utan heimilið. Svo fórum við bara heim og horfðum þar ásamt eldri syninum á Goonies. Já, ok. Helviti gott kvöld. Eldist? Það er að lýsa bara helginni minni. Er þetta Goonies, eldist hún vel? Mér finnst það. Já. Mér finnst hún eldast frábælega. Ég man eftir henni í gamla daga. Já, ég nefnilega man ekki nóg vel eftir henni. Nei, hún svo ungur. Já, en þú veist, sem ný mynd var hún bara mjög góð. Já, varst ekki búin að sjá Goonies henni? Nei. Nei, ég skilði það, ok. Þannig að mér finnst hún frábær og öll familjan hafði gaman af. Já, þínir menn í Liverpool með stór sigur og Redding á heimavelli. Það var góð helgi, svo bara vinna á laugardaginn. Já, við ætlum að ræða James Bond partí hérna eftir, þú verður ekki farið í það? Herðu, nei, ég komst í miður ekki. Þú varst ekki þar? Nei, ok. Það er nefnilega, ég ætla að ræða það hans betur við eftir með Bondin. Já, farið við það. En við erum með þéttan og skemmtilegan þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Ber þar hæst að, við ætlum að, ég er með breytingu í dag í sturlunum staðrindum. Ég er með nýtt twist. Ok. Viltu segja það núna eða viltu vera spenntur? Ég vil fá þetta að þetta komi flatt upp á mig á eftir. Já, sko ég sem hélt að sturla staðrindi gæti ekki orðið skemmtilegri. Já. Ég held ég sé komið að tiny little twist núna sem gerir það ennþá skemmtilegri. Ætlar að syngja þér eða rappa þér? Nei, ég mun tala þér, en ég er með svona eina nýja reglu eða svona nýjan leik inn í sturlunum staðrindi sem ég held að þú er eftir að mjög gaman. Vá, ég held að þetta ekki segja meira. Nei, svo ætlum við að fá Shaggy í eftirhermuhotninu, hann ætlar að reyna að panta hótelherbyggi í New York. Við ætlum að leika okkur aðeins með, nöfn á fyrirtækjum sem með eitthvað með draumar í. Ég sem sagt hringdi í nokkra staði hérna á Íslandi sem að til dæmis draumasmiðjan, drauma þetta og hitt og þóttist svona, vera viltur ungur maður í leita svona svörum með draumum mínum. Já, fá ráðningar og draumum, Já, fá ráðningar en ekki þessum fyrirtækjum tengjast draumum á neitt hátt. Það heitir bara eitthvað draumur í fyrirtækinu. Ekki missa því og svo ætlum við að sjá hvað stjörnurnar eru að taka fyrir hitt og þetta og fleira, þannig að það er nóg að vera hérna hjá okkur strákunum. Við ætlum að fá hins vegar fyrsta lag dagsins og það er Chubby Little Loverboy. Þetta er eitt gammalt og gott föstudagslag sem að, svei mig það er ekki bara eitt mitt uppáls. Það heitir Titanium og er, gammalt David Guetta smellur. Tjekkum á því. Jep. Já, tjekkum á því. Þetta er Video Game Boy með lagið Titanium, eitt gammalt og gott föstudagslag.
Hauti og Sóli Hólm með ykkur hér til 6 í dag og já, Home Father, þú ættir nú að vita hvað núna. Já, það slúður. Það kom að slúðurlistinu góðir. Og ég með ágætis pakkandaðir. Já, ég veit ekki vonað öðru. Nei, það veist það, af öllum sem eru með mér hérna í FM 95 Blöð, þá finnst mér þægilegast að fara yfir slúðri með þér. Já. Það rosalega þægilegt að bánsa á þig. Þú ert opinn fyrir nýju slúðri. Algjörlega. Þú fylgist vel með og einhvern veginn þú veist bara hvað þú ert að tala, það ógeðslega þægilegt. Ég ætla bara að hrósa þig fyrir þetta. Já, ég að föstu rólegur, sko. Ég ætla bara, það rosalega gaman að vera með þér í slúðri. Og já, ég ætla að byrja slúðurpakkan á Christina Aguilera. En þessi sönguna, hún hefur bætt á sig nokkrum kílóum svona síðustu ár og já, þykir í dag það sem kallast í Bandaríkjunum að curvy woman. Nú er ég bara að lesa hérna beint af slúðrinu. Já. Hún er svona orðin aðeins þéttar en hún var. Já. Og nú er verið að bjóða henni, hvorki meira en ég minna en $3 milljón fyrir að vera nýjasta andlit, já, The Big and the Beautiful, sem sem sagt thebigandthebeautiful.com vefsíða þar sem að já, svona stærri konur að reyna að finna sér karlmenn þarna úti og þetta gríðarlega vinsæl síða í Bandaríkjunum og Christina Aguilera núna að hugsa sinn gang og já, þykir víst líklegt að hún taki þessum samning 360 milljónir íslenska króna eða $3 milljónir fyrir að vera andlit The Big and the Beautiful. Ég myndi vera andlit hvers sem held ég fyrir þann penning. Ég myndi vera allsber á síðunni fyrir það. Já, það er bara 3 milljónir myndi vera allsber á síðunni. Já, bara íslenskar. En það sem með hana, að mér finnst hún frekar ógeðsleg. Vá. Kristína. Ekki líka skoðuninu. Nei, að því að ok, ég skal taka umbúðinir af og segja þetta sem mér finnst í alvöru. Nei, að því að sko, hún svo tuskuleg. Mér alveg saman þó að sé búin að bæta á sig eitthvað. Þú veist, hún hún ekki bara engan spann og eitthvað svona. Jú. Já, eitthvað svona. Þú veist, það alveg, skiptir ekki máli. En sástu myndina Cry Baby á sínum tíma? Já. Man settir Axarfissinu. Já. Hatchet. Já. Finnst hún þannig framan? Já. Finnst hún ógeðsleg bara? Já, bara að því hún búin að mála sig og mikið. Já, það aðeins stíllinn. Þú veist hvernig stíllinn sem hún með. Hún ekkert... Þú veist ekki sáttu hana? Nei. Mér fannst hún frábær hérna þegar hún var með What a girl wants, what a girl needs. Ung og saklaus. Já, þá fannst mér hún, þá fílaði henni betur, en svo einhvern veginn finnst mér hún vera svona bara allt of, og eins með Britney, mér finnst það báða bara hrikalegar í dag. Og það hálf sjoppulega bara? Já, bara sjoppur, já. Já, þetta já, hans skoðun og já, það ekki endurspegla skoðun þjóðarinnar á Christina Aguilera, en hún og þáttarins, hún bara að fá $3 milljónir fyrir það að vera þarna á þessari síðu og það hún má bara gleypa þær. Já, óskaði til hamingju með það. Adele, já, svo frábæra sönguna, hún eignaði strák helgina. Það ekki að fara neitt meira út í það. Nei, það bara frábært. Já, Jessica Biel og Justin Timberlake giftu sig. Til hamingju með það. Já. Skilaði gaman hjá þeim. Svo það næsta slúður sem að mér svona sló með pínu. Þú veist hvað Taylor Swift sönguna? Já. Það var með Jake Gyllenhaal. Já, mikið rétt. Þau voru að hittast. Þetta svo þægilegt að hafa þarna. En hún núna með, já, manni sem af Kennedy ætt og eru þau búin að vera hittast. Hann heitir sem sagt Ethel Kennedy. Kærastan hennar í dag. Og já, hún var að kaupa sér núna hús í sömu götu og hann sem að kosta hvorki meira en $4,5 milljónir eða $0,5 milljarð. En þetta ekki í fyrsta sinn sem að Taylor Swift kaupi sér hús í sömu götu og kærastan sinn. Þetta eitthvað þengið til. Þetta ekki. Þegar hér stendur að hún var einhvern veginn að hitta einhvern gaur hérna sem að, já, nafnið á hann var einhvern starf, já, Connor. Og það vist einhver frægur gaur líka hann úti. Og hann, já, hún keypti líka hús í sömu götu og hann. Þetta svona pínu stolt. Já, mér finnst það. Þetta svona cable guy svolítið. Já. Að þú ert að hitta eitthvað gaur og kaupa alltaf hús í sömu götu. Já, svona okkur, hann vil ekki flytti til hans. Þannig ég flytt bara í næsta hús. Þá stutt að fara. Ég ætla að geða þetta nálægt. Já. Það væri kannski hægt á Íslandi, maður myndi alltaf poppa í blokkinni á stelpunni sem maður var að hitta bara. Nákvæmlega. Ég eru að hafa íbúðina niðri. Kannski, nei, við skulum ekkert vera að búa saman með það, en ég bara að kaupa íbúðina innum með stíðgangi. Já, það mjög stöð tíma. Já, en annað, kannski varandi Adele, hún nú, svo ég bæta eins við það slúður. Já. Hún alltaf búin að eignast barn og það frábært, til hamingju. Hún Adele æðisleg og ég mikið aðdáandi. Allavega, og það eru einhverjir geðsjúklingar, ertu bara búin að sjá það, sem eru búin að vera bara með einhver bara ógeðsleg komment barnið. Jú, fólk bara, það viðbjóður. Ógeðslegt á netinu oft. Já, ég veit það. Já, þetta var bara, ég ætla ekki að hafa þetta eftir, þetta var viðbjóður, það sem það er að segja. Já. Og hvernig er þetta að hata Adele? Já, bara þetta, ég held nefnilega að fólk sem að rauna yfir hvort annað á netinu,
að það hefur ekki tendur að skoðun á þeim sem að að hraun yfir. Það bara verður að hraun yfir. Já, bara vill. Já, ég skil. Bara ég verð að segja eitthvað. Neikvægt. Þessum gengur vel. Ég verð að segja eitthvað. Svo ætla ég enda hennar slúðupakka. Þetta er alltaf sama tuggan og veist það alveg. Það Rihanna og Chris Brown. Þau sást kissast á einhverjum skemmtistæði í LA helgina. Já. Og við vitum allir hvað okkur finnst þetta? Já, þetta er rangt skref hjá... Passaðu, stelpa. Já, Rihanna, þetta er rangt skref hjá þér, þú veist það sjálf. Já. En Oprah Winfrey er búin að gefa sína blessun. Já, við fórum við það en daginn. Þannig að við þurfum bara að gefa okkar blessun líka. Já, núna þarf Sirri að gefa þetta einhverja blessun fyrir þig, svo getur þetta konu. Adele, Rihanna, hún er bara ung og hún þarf að vista learn the hard way. Algjörlega. En ég held að hefðun nóga hard sem hún er búin að læra að hinga til. Já, fyrir utan það. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo ætla ég að koma hér á eftir með sturlaða staðreyndir með nýju tvisti. Sóli Hólm er spenntur, vonandi þið líka. Dekkjadagar á FM 957 með Dekkjahöllinni. Nú þarf að huga að dekkjaskiptum fyrir veturinn. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfelgun og eða dekkjaumgang á bílinn. Við hvetjum til að skráðu til leiks á heimasíðu FM 957. Heiðar Austmann dregur út vinninga á hverjum virkum degi til 27. október. Mánudaga til 5. daga gefum við eina umfelgun á dag og á föstudögum gefum við nýjan dekkjaumgang undir bílinn ásamt 30.000 króna bensínkorti frá OP. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval gæðadekkja á betra verði á þjónustustöðum sínum á Akureyri, á Egilsstöðum, Skeifunni 5 og nú einnig í Skútuvogi 12. Dekkjadagar á FM 957. Lagerhreinsun í BT. Við erum að taka til á lagernum. Fartölvur, tölvuleikir, raftæki og já, það er bara alls konar fyrir alla. Lagerhreinsun BT, Skeifunni og Glerártorgi. Nú er vinningurinn 10 milljónir í milljónaveltu Happdrættis Háskólans. Að auki drögum við út 5 stakar milljónir. Aðeins úr seldum miðum. Dregið 24. október. Fáðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskólans. Pop TV er ný sjónvarpsstöð sem fylgir frítt með áskrift af Stöð 2. Sjóð heitir Þættir, frumsýndir á Pop TV. Íslenski listinn, Sjáðu, Game TV og heitustu tónlistamyndböndin allan daginn. Pop TV er ný og fersk sjónvarpsstöð sem fylgir frítt með áskrift af Stöð 2. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum strákarnir í Valdimar með lagið Þú ert mín, huggulegt og svona þægilegt lag á mánudegi. Já, þetta er reyndi ég þarf að leiða þetta þarna, þetta er bara Valdimar sjálfur. Nú, ok, ekki hljómsveitin. Nei, þetta er bara Valdimar sjálfur að syngja lag fyrir einhvern lækni held ég sem var gátt. Það skiptir ekki máli. Nei, en hvenær á maður að vita hvort það sé bara hann eða hljómsveitin? Ég veit það ekki. Það stóð bara Valdimar, sko. Ég veit það, nákvæmlega. Þetta er mjög fair mistake, sko. Já. Þetta er alveg mjög mannlegt og ég dæmi þið ekki sem útvarpsmann út frá þessu. Nei, en það samt, ég þakkaði fyrir að benda mér á þetta var hins vegar bara söngurinn. En hverju voru þá að spila með honum? Ekki strákarnir í bandinu? Nei, það var einhver allt aðrir. Örugglega Memphis Mafían eða einhverju þannig gaur sko. Ég skilði það styttist hér í sturlaða staðreyndir með nýju tvisti en ég var að spá að segja þér, sko, en ef hann er að hlusta, þá er það í rauninni bara allt í lagi samt, sko. Því að ég ætlaði svona að spyrja hvað má ekki þegar þú ert í búningsklefa, bara þegar þú ferð í ræktina. Já. Og ég lenti svo steikt atriði í morgun bara á mjög grillað og ég veit ekki hvort hann var að bögga mig, þetta var einhvern veginn að ég skal bara segja, ég var að komin úr sturtu og var að þurrka á mér hausinn og það er bara ég í sturtuglöðunum í sporthúsinu og Anna Gaur sem er hann er með handklæði og er að þurrka sér þegar ég kem úr sturtu og byrja að þurrka á mér hausinn og þá allt í henni heyri ég bara þegar ég er að þurrka mér bara, þú veist það er ekkert hár á hausnum maður og ég bara svona, er hann að tala við mig eða? Og ég eitthvað svona ég bara svona tek handklæði og ég kíkja svona, þú veist það er ekkert hár á hausnum maður? Ég eitthvað, nei, ég er búin að átta mig á því, sko. Hann, þú þurrkaði svo rosalega mikið, en svo sé bara allt fullt að hárið þarna. Ég fór bara svona, ok, ég er alveg að reyna að vera bara leiðilegur við mig. Eru félagar hans eitthvað stær í felum hérna og poppa svo fram og grenja og hlátri. Ég vissi ekki hvernig ég átti að hafa hann. Nei. Af því að sérstaklega, mér fannst ég ennþá meira vulnerable af því ég stóð hann á tippinu. Já, algjörlega. Og ég bara með handklæði og hann er á tippinu líka. Það er ekkert, þú veist, það er einhvern veginn ekkert eftir. Nei, en svo var hann líka það alvarlegur að hann var ekkert eitthvað að brosa og segja, skilur, herri, það er ekki, þú veist, það var eins og hann var að meina þetta. Já, eins og hann væri að benda þér á þetta bara. Já, það var eins og að færi bara í taugarnar á honum að ég þurrkaði svona rosalega mikið á mig kollinn með ekkert hár.
Já, eins og þú hefðir bara átt að byrja beint á öxlunum og færa þig niður, bara sleppa þig að þurrka þig upp í. Já, ég nálega með hérna í hljóðunum aðeins, þannig að það þurfti... Og það alveg von á líka, ennþá eftir eitthvað. Menn það ekki að segja sig ekki neitt. Þú veist, það verður kannski þannig einhvern tímann, en það ekki þannig orðið þannig. Það eitthvað smá skuggi. Það eitthvað skuggi þarna. En var hann tók ekki, hvað þetta þurrkaði hausinn að þér? Hann var ekki í þessum gír. Nei, hann tók bara... Hann var aggressífur bara jafnvel. Já, svona mitt á milli. Hann tók bara, þú veist, það ekkert hár á hausnum að þér. Og ég eitthvað svona... Ég vissi ekki fyrst hvort hann var að tala um mig, náttúrulega við vorum bara þarna á tveir og ég veit alveg ekki hár á hausnum að mér og ég vissi ekki alveg hvernig ég átt að bregðast við þessu. Nei, ég skil það vel og þetta líka, sko, ég tala ekki í búningsklefa. Nei, ekki heldur. Ég vil helst bara, sko... Ég tala við þegar ég er að klæða mig, fyrir æfingu svona, en þegar ég er á allsber, þá tala ég ekki. Ekki heldur. Mér finnst óþægilegt að standa í sturtu einhvern veginn að vera nuttandi á með titlingin bara á einhverju mega spjalli, sko. Ég bara klára þetta og fer út, sko. Ég fer líka, sko, meira segja ef ég er á leiðin í sturtu og er naked með handklæði, þá finnst mér bara óþægilegt að mæta mönnum á ganginu sem er á leiðin inn í ræktina bara. Tala ekki með þið, þekkja bara, nei, sætlunur og maður bara svona, leið mig bara komast í sturtu. Já, akkurat. Fara hérna framhjá. Já, maður svona setur hausinn undir sig svolítið. Já. Og svona, Ég ætla bara að þrýfa mig. Sér ekki, ég er allsber hérna undir. Þannig að það er bara, þetta er eitthvað bro-code sem á að vera bara, hvað má og hvað ekki í sturtu. Já, mér finnst það bara, það þarf ekkert að vera að ræða málinn það í klefanum, sko. Leyfðu mönnum að fara í nariðurnar áður en hann hefði átt að koma bíða þangað til að vera búin að klæða þig, koma svo, heyrðu auðviti. Þú veist það er ekkert hár á hausnum að þið, þú varst komin í fötin, þá verður að vera svona... Já, það er mér liðið betur. Já, ég veit það. Og þurrkaði svo mikið að náðan. Já, ok. En var hann að horfa á mig, þurrkaði mér hausun og hugsaði með sig, hvað heldur hann að sé hár á hausnum á sig? Djöður, þurrkar hann þetta mikið. Hann hefur verið að horfa bara á mig, þurrka á mér hausun. En það eru reynda sumir þarna sem eru líka sko þekktir, landsþekktir menn sem að hata ekkert að spjalla við þó þessi allsberðir. Nei, það er mitt og þeirra, þar fremstur í flokki fer Herbert Guðmundsson. Já, okkar maður, hann er reglu í sporthúsinu. Það er ekki til feimni í honum. Nei, og hann þurrkar sig með beitir ýmsum brögðum til þess. Já, og er bara á spjallinu og bara hvernig ertu? Já. Hvað segirðu? Hann er bara, hann er alltaf hress, sko. Já. Hann er býðið mig að herma eftir sér í klefanum og svona. Nei. Jú. Hendi eftir mér. Það er, þú veist, það er einhvern veginn, maður kemur honum, hann er náttúrulega high on life, maður fer ekkert að rífast við hann. Nei, alls ekki. Það er bara sko Herbert kongur sem má gera það sem hann vil. En ég ætlaði bara að deila þessari sögu með, mér finnst þetta pínu skrítið. Já, mér finnst það líka. Og það er einmitt, ef þetta var grín, þá verður þetta illa Madrid, kannski. Já, maður kannski bara eitthvað skjóta á kallinn. Já, það er alltaf leið. Það er góð leið. En fáum, áður við hoppum í stjórnlagstarrendir, fáum Three Doors Down með fólki bara að vera tritt, ætlar ekki að koma með þessa nýja fítu sín. Hann á að koma. Three Doors Down með lagið Here Without You. Huggulegt lag hér á ferð. Það styttist í stjórnlagstarrendir og Shaggy að panta sér hótelherbyggi. Drauma, svona fíblaskap, komum betur inn á það eftir. Draumagrín. Það er fastur liður hjá okkur núna. Já, Draumagrín. Draumagrínið. En áður fyrir mig stjórnlagstarrendir með nýju tvisti sem að ég ætla ekki að segja frá alveg strax. Þá ætlum við að fara í netmisnótkunna. Já, það hefur ekkert verið. Nei, þetta er dagskrárliður sem ég og Björn Bragi höfum verið reglulega með hér á mánudum. En við Sóli Hólmu höfum látið alveg eiga sig. Þar til í dag. Já, við verðum aðeins að fara yfir þetta, ekki? Jó, við þurfum að skoða hérna eitt, sko, við höfum nánast allar netmisnótkanir hjá okkur Bjössa, hafa verið gegnum Facebook, en það er Twitter í dag. Já, það er nú, sko, Twitter er orðin, það er vinsæll. Já. Ég til dæmis er ekki á Facebook, ég er bara á Twitter. Það er ekkert annað. Af því þar losnar maður við allt þetta, þú veist, þessi snúlega í lasin í dag. Já. Þú veist allt þetta. Já. Og fyrir 6 árum eignaðist ég frumburðið minn, ótrúlega tími flýgur, þú veist, allt þetta. Og svona krútlega myndir og svona, sem er alveg, mér finnst allt í lagi. Nei, þú ert basically að rakka niður systeminu þarna ef þið finnst þetta ömurlegt. Nei, ég meina, ég bara... Og alla konur á Íslandi. Rakka niður sjálfa mig, ég var svona þegar ég var þarna. Ég var, þú veist, svona, ég meina þegar sonum mér var 4 ára, þá var ég svona... Fyrir 4 árum stóð ég á gangi fæðingadeildarinnar, ég var alveg glataður. Þetta er bara krútlegt. Já, en samt, þú veist, maður fer ekki í þetta. Nei, ég veit hvað þetta tala. Segð þetta bara við þína nánustu, hringd í þá bara. Já, maður ábæði að vera töff, bara tjöðlir í þunnur. Já, akkurat, vá, aðeins og margir í gær. En sá sem að verður fyrir netmisnótkunnin í dag er, samstarfsmaður minn, Brynjar Már. Hann er með morgunþátt hér á FM 957 sem heitir Magasín og við vorum að skoða hans Twitterinn hans og það er sumt þarna sem er pínu skrítið eða ekki, Sóli? Jú, ég held að svona hann, sko það þegar nýr samskiptamiðill kemur
fram, fyrir notkun, þá eru menn kannski ekki alltaf að átta sig á hvernig þið virka. Nei, hvað á að gera? Já, hvað á að gera. Og Twitterin ég til dæmis, Twitter búin að vera til í örugglega ansi mörg ára, en ég fattaði út á hvað það gekk. Ég skildi ekki Twitter. Nei. Bara fattaði hann ekki. Og var oft búin að vera, ég oft skrifa Facebook-statusinn, hvað málum með hann á Twitter? Já. Ég hef gert það örugglega einhvern tímann. En svo þegar maður kynnist þess þá þetta virkilega skemmtilegt. Þetta miklu skemmtilegra en Facebook. Já, ég sammála því. Og það við ætlum að fara yfir nokkuð dæmi hjá Brynjari Már. Til dæmis eins og nýjasta hjá honum, það bara, hefurðu farið í andaglas? Ef svo hvað gerðist? En svo kemur ekkert. Það er ekkert svar. Nei, það er nefnilega... Það sko, þetta til dæmis, hann sé til dæmis ekki að fatta það eins og á Facebook. Ef hann setur þetta sama á Facebook, þá fær hann örugglega svona 10 komment. Nákvæmlega, það er svona komment að kemja. En hérna til dæmis, ef við opnar þetta, þá getur maður séð sko hvort einhverju svara og það er engin svarað þessu. Nei, ok. Engin. Nei. Ekki margir í andaglasi greinlega. Ekki á Twitter. Nei. Faceararnir eru meira í andaglasinu. En svo finnst mér best svona dæmi það kannski, sko, ef þú ert til dæmis að mæla með einhverju, þú veist, ef þú sérði eitthvað gott lag með Video Game Boy, þá setur þú þetta link á því með. Þú veist, ef þú segir, djöfull er þetta gott lag, setur þú link og smellir fólk á það, en ef þú myndir skrifa bara, djöfull er þetta gott lag, og það veit enginn hvað þetta tala um. Já, hann glemur stundum að linka með. Já, hann hefur stundum verið að skrifa ábreiða vikunar, ekkert meir. Það er ekki linkur eða neitt, bara ábreiða vikunar. Og svo var eitt þetta er fyndið, sko. Já, svo ekki neitt með, það er bara, hvað er svona fyndið? En hann er reynda duglegur. Hérna er hann með, klikk. Gott, good shit. Og hann er hann er duglegur að spyrja landan. Finnst þér þetta að vera að spila við á Íslandi? Já. Eiga foreldrar að vera saman bara fyrir börnin. Ég veit að hann er líka, þú veist, hann er ekkert í einhverju léttmeti. Þetta er alveg, svo er ein hérna. Hefur þú orðið vitni að því eða lent í að einhver hafi sett eitthvað út í glasi hjá þér á djamminu? Búið. Já, bara þetta er spurningin. En það kemur ekkert svar. Ekkert svar að þessu. En á Facebook hefur það allt logað. Hvort segir maður beinstífur eða pinnstífur? Spyr hann hérna. Já, það verður að fá þetta. Hann er að krifja málinn til merkjar hérna. Já. Ef fólk hætti að reykja, ef það reykir bara þegar það fæst þér í glas, hvað finnst þér það, Soli? Mér finnst það ekki verið hætti að reykja þá. Ég held að svara þessu auðvitað. Svo hérna stendur bara ábreiða vikunar aftur. Já. Og svo er hérna... Við þurfum að minna hann á að linka. Já, hann verður að linka. Já. Og hérna er málað að fara í flensusbrautu. Hann er alveg að fara yfir þetta. Og þetta er hressandi og við þurfum að ræða þetta betur við hann. Fáum hérna krakkana í Retro Stefson. Algjörlega. Geggjalag. Endum þetta á einu, það stendur hérna karlmenn detta tvisa sinnum oftar á rúmun og sjúkrósum en konur, segir hann. Þú er að hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai. Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrvals af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það er réttir að hlusta hér á FM 95 Blö. Öddi og Sóli Hólm með ykkur til 6 í dag og já, það er komið að dagskrárlið sem er viku... Já, er okkar mennsta degi. Daglegur. Já, daglegur, ekki vikulegur. Og hann heitir Sturla staðreyndir. Jú, ég er bara svona einhvern veginn dofinn að spenningi núna. Já, því að ég er með nýja reglu sem ég ætla að hafa alltaf í Sturluðum staðreyndir núna. Svona aðeins til að djúsa það, því að nú er ég búinn að vera með Sturla staðreyndir í smá tíma. Og til að gera aðeins meira spennandi, þá er ég hef alltaf lesið 10 Sturla staðreyndir á dag. Og ein Sturlu staðreind dagsins er eitthvað sem ég bjó til. Og þú átt að reyna að fatta hvað er ekki satt að hann. Heyrðu, vá. Þetta líst þér á. Bara ótrúlega vel. Þetta var svona game show. Eins sorglegt að vera að segja frá þessu, að þá datt mér þetta í hugið gerð þegar ég var alveg að sopna. Ég stökk upp og seifaði þetta í síma minn svo ég myndi munna þetta í dag. Ég var það spenntur yfir þegar ég var að sofa. Þetta er kannski ekkert það rosalegt, en aðeins þetta... Þetta er bara skemmtilegt krydd. Þetta fær maður því ég er náttúrulega oft upplifað það með hina mennina sem eru með þér hérna. Þið sé ekkert að hlusta. Nei. Þegar þú ert að fara yfir Sturla, sumir sko. Með svona, þú veist, svona já, ok, það er gaman því, þú veist.
Það er ekkert virkilega spáð. Er ekki meðtækað? Nei, ég veit það. Ég veit alveg hvað það er. Þannig að núna færðu menn bara til þess að hlusta því það er leikur í gangi. Nákvæmlega. Þetta er game show. Þetta er game show. Ertu til? Ég er tilbúinn, já. Ok, hér kemur fyrsta, þannig að þú ert núna að hugsa, skilurðu, þetta sé satt. Byrjum við. Á ég að benda á það í lokin, eða? Já, benda á það í lokin. Okay. Fyrst bara ræðum við allt og svo spyrir ég í lokin hvað heldur það sé sem er ekki satt þarna. Okay. Það var það fyrsta. Tennurnar í að Great White Shark eða hvítum hákalli eru jafn stórar og puttar á fullorðnum karlmönnum. Það er ekkert smáraðið, spáði. Bara svona tennur. Já, vá. Þetta er, sko, mér finnst það samt ekkert voðalega stórt. Ekki? Sem tönn? Já, sko, ef þú hugsaður bara hérna... Myndur þú vilja fá þetta hérna, sem tennur í þig? Nei, ég er ekki að segja ég vilja fá þetta í mig. Þó þetta sé ekki starra. En þú veist, ef þú hugsaður bara ljón, vígtennurnar á þeim, það er alveg eins og allavega hálfu putti, eða ekki? Já, það er hálfu putti en þetta er heilt putti. Já, og hákall, þú veist, þeir eru kannski ekki mikið stærri. Veistu hvað það gera ef það ræðst að The Great White Shark? Nei. Nei, þá hefur ekki verið að hlusta nógu mikið á Sturla staðnir. Ég get sagt til það núna hvað það gera. Nei, út að berja hann á nefið. Þá fer hann í burtu. Já, en ekki það. Myndi maður einhvern tíman, ef svona hákall myndi ráðast á mann, myndi maður einhvern tíman, herri, hvað ég eftir að gera? Shit, já, ég berja í nefið á honum. Maður væri bara að deyja á hræðslu. Maður væri bara dáinlega. Einmitt, og þetta var þú verið þá að vera með að einhver að segja við bara þegar þú ferð hon í vatnið. Já. Berði í nefið á hákallinu hann kemur. Svo er þetta, einn af hverjum 5 skilnuðum í heiminum í dag má rekja til Facebook. Hvorki meira en ég minna. Þetta hef ég heitt áður tímann. Já, þetta er sláandi tölur. Já, hvað ætlaði að sé að menn séu þá að... Þetta ástæðan er að þú ert hættur á Facebook. Já, ég var alltaf einhverja kettlingar bara rakari kettlingarnar. Þetta bara styttist í skilna hér, þannig að það ákvæmst að hætta þessu. Eintón kettlingavesin. Já. Nei, þetta er... Ég náði ekki svo langt í því, face-inu, en hins vegar kemur þetta mér ekki óvart. Nei, ég veit það. Af því að ég held að sérstaklega svona fyrir fólk, sérstaklega ég held að sé ekki kannski ekki okkar kynslóð. Nei, svona eldra kannski. Eldrali frekar, kannski svona 50 kall. Svona, sem að er svona, þarna er gammal flín. Þessi kettling, hún er alltaf að tala við mig. Já, verður svona spenntur. Ég er að tala við hana, fara að bulla eitthvað í henni. Já, ég held að ég er sammála. Ég sé meira vandamál hjá eldra fólki. Meina þegar yrkið kom til dæmis á sínum tíma, það var ekki, þú veist, 14 ára krakka voru ekki að hætta saman undir yrkinu. Það var fullorðið fólk. Já, eldra liði. Já, þetta er góð búndur í þar svo. Það næsta, baðkör drepa 340 manns á ári í Bandaríkjunum. Já, það er kannski erfitt að segja að baðkörun sé að drepa, en fólk er kannski að drukkna í baðkörum, eða ekki? Nei, og líka bara, þú veist, þetta er eitthvað svona, jú. Það er ekki bara að drukkna. Guns don't kill people. Rappers do. Akkurat. Nú, ekki. Svo er það næsta, konur eru líklegri til að fá fullnægingu í kynlífi eða eru í sokkum. Ok. Þetta er eitthvað sem að þið hjónakonin nýtir ykkur. Nei, maður kannski að prófa þetta bara. Já, það var nú gaman fyrir hann að fá að prófa. Svona til tilbyrningar að fá eitthvað út úr þessu. Fá eitthvað út úr þessu. Ástu mín, ég verið að fylgjast með þér þetta síðustu nætur. Farðu bara í sokka. Ég er með svona ullasokka. Akkurru. Gerðu það bara. Þetta er miklu betra. Ötti var að segja það fyrir þetta. Farðu bara í sokka. Svo er það næsta. Ef þú faðma fólk lengur enn í 20 sekúndur þá eru þau líklegir til að treysta þér. Þetta er pínu steikt samt, þú veist, hver er að faðma í 20 sekúndur? Er það ekki full langt faðma? Mér finnst það vera að freka til þess að verið creepy. Já. Bara svona óþægileg nærvera, bara viltu hætta að faðma? Hvað er maður að sjá? Við myndum faðmast. 20 sekúndur. Bara, ei, sætlur. Já, svona 3-4 sekúndur tops. Já, og sko, ef þú væri nýbúin að missa einhvern, þá myndi ég faðma þig kannski max 7 sekúndur. Já. Aldrei meira. Í jarðarför. Já, þú veist, heldur í 20 sekúndur, þú veist, það er eitthvað... Þetta er alveg pervertismi. Mér finnst það, ég meina að þú faðmar kannski konuna þína í þú veist, miklu með lengri tíma, en þú veist, það er allt miklu eðlilegra. Faðmar konuna í 20 sekúndur í sokkum? Já, það gerist allt, fer allt að gerast. Og börniðin og svona, þú heldur, en þú veist, einhver náungi, þú veist, að ég bara, Hemmi Gunn faðmar alla, en hann verður með nákvæmlega með tíman á hreinu, þetta er aldrei vandræðilegt. Nei, ef Hemmi Gunn myndi faðma mig í 20 sekúndur, það hefði bara gerst á hann þegar ég kom í vinnuna, þá ég haldi að vera eitthvað að. Ég hef ekki hugsað mikið óbáslega treyst þessu manni. Ég reyndar held að sko Hemmi sé eiginlega eini maður sem gæti það með 20 sekundur án þess að ég myndi panika. Já, reyndar. Það er góð lykt á honum, þú veist, hann er svona mjúkur aðeins svona kallinn, sko. Já, hann þægilegur. Já, þægilegur. Maður á það reyndar til, sko, það er mjög gott fyrir að faðma Hemma Gunn ef þú glemdir að setja á þig spýra sjálfur. Þá færði hann bara, þá bara Hemma lykt að þér. Ertu búin að joina? Já. Svo er það næsta, höfrungar elska að spegla sig og dásta sjálfur sér í spegilmynd. Okay. Staðrind.
Það það í söfnum væntanlega. Þeir eru alltaf að leita einhverjum spegli sem dottið úr snekkju, bara ég ætla að kíkja á mig þetta. Já, allavega, það bara höfrungar, þeir elska spegla, svo ég alltaf að komast meira og meira á því og höfrungar eru ekki af krútlegir og æðislegir og ég held þeir veru. Svo það næsta, rottur stríða öðrum rottum eða skýta þær. Sturlu staðreynd. Okay. Hressandi svona fíblaskapur. Já, það mjög auðveld leið til að pirra einhvern. Skýta á hann, þannig að hvað er þetta að gera? Þegi, ég að stríða þér maður. Hvað, farði ekki... Það skýta á mig maður. Já, hvað má ekki stríða þér þessu öðrum hérna? Svo það næsta, á hverri sekundu eru 28.258 manns að meðaltali að skoða klám á netinu. Þetta er viðbjóðslega há tala maður. Hvað það 28.000? Já, á hverri sekundu. Hverri sekundu? Vá, það er svolítið mikið. Já. Ef þetta verður á mínúti þá þetta mér ekki tvekalegt. Nei, en 28.000 manns á sekundu eins og núna, það er 28.000 manns að skoða klám núna. Í heiminu? Já. Það er ekki mikið. Mér hefur hvað margir til. Mér finnst það bara mjög lítið. Já. Þú veist, þú varst einhvern tíma með að það væri eitthvað að fá fullnæðingu, eða ekki einhvern tíman? Jó, var eitthvað 400 manns eða eitthvað. Ekki meira? Nei, það er svona split second moment. Já. En það getur verið, ef þú horfir á klám, þú gerir það ekki í 1 sekúndu. Þú horfir á svolítið mikið á klámið, ekki Sóli? Ég er alltaf að Ég horf ekki að sjónvarp, ég horf bara á klám. Já, ok, er þetta ekki mérst þetta svo hátala maður, 28? Nei, þú veist, menn eru kannski að horfa á sama vídeóið í einhvern tíma. Já, kannski. Þannig að þú veist, á sekúndu er ekki að marka það, en með fullnæðinguna, það er eins og miklu merkilegra. Það er það sem gerist akkurat. Það er akkurat, já, það er split second moment, sko. Reyndar. Svo er það síðasta að hugsa kynlíf hjálpa til þegar þú ert að míga í þig og þarft að halda í þér. Sturlu staðreynd. Þannig að næst strákar eða stelpur, ef þið eruð að míga í ykkur og eruð þið kannski í rútu eða eitthvað bölva vesenu, kannski keppnisferðalega eitthvað, þá bara að hugsa kynlíf og þá er vist léttar að halda í sér. Það er að kenna krökkunni þetta, þess að þú sé ekki mikið í sér alltaf. Þetta leika. Bara að segja strákarnir þínu frá þessu. En þá er það stóra spurningin, hvaða sturlastaðurinn dagsins var sem ég bjóð til? Sko, mér fannst höfrungarnir með speglana svolítið einhvern veginn asnaleg, en samt held ég að þú ert eiginlega ekki svona lesandi þig sem persónu. Þú var búið til sturlaða staðreind. Það var einhvern veginn ekki höfrungar að spegla sig. Þú myndir fara í einhver aðra átt, endalega tengda kynlífi eða dýrum að gera eitthvað ógeðslegt. Þannig að ég ætla að tippa á að rottur skýta á hver aðra til að pirra þér. Það er hárrétt hjá djöfullir sjálfur. Yes! Það var mín sturlaða staðreind. Ég bjó hana til. Rottur stríða ekki öðru rottum eða skýta þér. Anskotinn maður. Ég var að vonast til að skjóta á höfrungarna. Vá, hvað ég ránaði með mig. En sérðu hvað þetta er skemmtilegu leikur? Mjög skemmtilegu leikur. Þannig er ég búin að taka sturlaða staðreindir á annan level. Algjörlega, hærra, miklu hærra level. Miklu hærra. En þetta er Alex Clare hér með Too Close. Hausttilboð í Dorothy Perkins. Nú er 40% afsláttur af völdum haustvörum. Dorothy Perkins, Smáralind. Stórleikir í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu á þriðjudag og miðvikudag. Sjáðu Manchester United, Barcelona og Chelsea á þriðjudag. Og Real Madrid, Arsenal og Manchester City á miðvikudag. Þorsteinn Jóð og gestir á sínum stað fyrir og eftir leikina. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Auðvitað og Sóli hér með ykkur á þessu mánudegi og það er komið að svona, léttum fíblaskap. Ég veit ekki hvernig ég á eiginlega að útskýra þennan dagskrálið. Þetta er bara eitthvað sem ég ákvað að fíblast með í dag þegar ég var að bíða eftir Sóla. Já. Fíblagangur? Já, ég fór sem sagt bara hérna inn í það sem við tökum upp símaöð og annað. Og sko, ég hringdi nefnilega daginn, ég þarf að ná á annari svoleiðis konu. Ég fann það bara ekki í dag. Það er hægt að hringja svona fólk sem er að ráða í drauma hérna. Já. Þegar mér dreymdi hrikalega steiktan draum í nótt og ég fór svona að hugsa þegar ég vaknaði bara hvað ætli þetta þýði þetta bull? Já. Og eitthvað svona, en ég held samt að sé ekkert að ráða í drauminn hjá mér sko. En hvað dreymdi þig? Það var mjög steikt, ég segi það þetta setna. Ég skal segja hvað mér dreymdi. Nó. Mér dreymdi að ég var að fara að framkvæma bottlangað aðgerð á Sölva Tryggvasinni. Já, ok. Og svo kunni ég kann ekkert að gera það. Nei. Þannig ég var búinn að skera hann upp og að koma með þetta í hendurnar. Varstu læknir eða? Nei. Ég bara var einhvern veginn lent í þessu. Já, ég skilji þið. Og bara var komið með þetta í hendurnar og var eitthvað hjúkka með mér. Ég var svona, er þetta sem ég hafa skýrið burtu það? Þarna gæti spilað inn í að Sölvi Tryggva er búinn að vera mikið í fjölmiðlum upp á síkasti, skilur? Já. Og þú hefur verið að fylgjast með honum og hefur kannski áhyggjur á honum.
Algjörlega, ég nefnilega að botlangi á tekjunum mér síðasta sumar. Þetta kannski sæn að hann þurfa að láta kíkja á sig. Já, nákvæmlega. Það bara þannig að Sölvi orðið að hlusta. Láttu kíkja á botlangarnir. Láttu tekka á botlangarnum þar. Það hins vegar, ég ákvað að hringja í 2 fyrirtæki hér í bæ sem er með svona nafni Draumar í. En þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að þau tengjast ekki draumum á neitt hátt, en ég lét svona eins og ég hafði ekki hugmynd það og ákvað bara að spyrja þau út í drauma mína. Skulum heyra hvernig fólk tók í þetta og eins og ég segi þá tengjast þessi fyrirtæki ekkert draumum, en ég lét svona eins og það ætti að vera þannig. Kaffiborgir, Halla. Já, þetta Draumaborgir? Já. Já, góðan daginn. Herði, ég nú aldrei hringt í svona áður, sko. Þannig ég veit ekki alveg hvernig það gengur fyrir sig, en ég búin að vera að dreyma rosalega skrítna hluti. Og... það ekki ég. Ég sem kaffihús, veitingastað og minningarverslun og fyrirtæki með tætti Draumaborgir. Já, sko, ég búin að vera að dreyma til dæmis bara eins og ég eigi eitthvað svona gamlan bíl og sem rosalega skrítið því að ég hef aldrei átt neitt svona gamlan bíl og mér líður stundum eins og ég sé rosa tengdur þessum bíl, eins og hann sé bara einhver svona hluti af mínu lífi. Ég veit ekki hvort það tengist eitthvað að ég hef verið að lenda í smá vesen upp á síðkasti. Heldur að það sé eitthvað sem að tengist bílnum frá því ég var yngri? Heldur að það tengist? Hvað segirðu? Ég er bara með veitingahús og minningarverslun, ég er ekki með neina draumum. Ég er ekki í nágrenninu, þannig ég get ekki komið á borða. En heldur þetta tengist eitthvað? Nei, veistu, þú verður bara að hringja eitthvað annað þar sem menn geta svara því. Svo er mér líka ofta að dreyma ég í hund, en ég hef aldrei átt neitt gæludýr. Ég ætla núna að fara að sinna öðru og byrð þig bara vinslust að hringja eitthvað. Getur það tengst eitthvað? Vertu blessaður. En bíllinn? Halló? Já, er þetta Klara? Já, þetta er Klara. Já, hæ. Ég veit ekki hvernig þetta virkar með allt svona, ég hef ekki hringt áður. Hvað sér, hver er þetta? Ég hef verið að dreyma rosalega skrítið upp á síðkastið og veit ekki alveg hvernig ég á að opna þau með það. Dreymdi til dæmis bara núna daginn að ég væri gamall bíl. Ég veit ekki alveg hvort að það tengist eitthvað veikindum eða eitthvað sem að eru búin að vera hjá. Já, ég veit það ekki alveg, sko. Ég er ekki alveg búin að ljúka menntið minni í svona dreymaræðingar. Svo dreymdi mig daginn líka að ég væri hundur. Já, ertu búin að leita þessu upp á netinu eða? Nei, þetta er mjög skrítið því ég hef aldrei átt gæludýr. Já. Og allt í einu var ég orðin gæludýrið sem fyrrverandi kona mín átti. Já, Heldur að það tengist eitthvað sem veikindum eða? Ég veit það bara ekki, ég heldur verður bara að... Hvað þýðir það ef ég er hundur? Ég sennilega veit það ekki, sko, þú verður að tala fyrir þetta sem er aðeins. Reyndar í þessi málum en ég er bara nýbyrjuð. Heldur að segja að þér með líður illa? Það gæti náttúrulega alveg verið, sko. En er einhver tenging á milli þess að ég er bíll einn daginn og svo er ég hundur? Ég hef bara aldrei heyrt svona lagað, sko. Svo dreymdi mér líka að ég gæti ekki borða? Já, ég veit það ekki, sko. Ég heldur verður bara að hafa samband við ykkur náðan. Ég elska ketti. Ég elska líka ketti. Heldur að það tengist eitthvað? Ég veit það ekki, sko. Ég má hafa verið hundur og samt elskar ketti, ég veit það ekki. Já, ég var hundur bara í draumnum. Ég hef aldrei átt hund en ég hef átt fullt af köttum. Já, en prófaði bara að leita upp á netinu. Svo dreymdi mér að ég glemt að kaupa nagladekk. Það er eitthvað eða ekki? Hvað þýðir það? Þá verður bara að passa þig að þú kaupir nagladekk hjá mig til þess að það gerist ekkert. Tengist þetta eitthvað að ég geti lent í slysi? Já, ef þú kaupir ekki nagladekk þá getur þú náttúrulega lent í slysi. Ég á ekki bíl. En áttu ekki bíl? Nei. Nú, jæja, áttu reiðhjól? Nei, ég bara labba. Ég er bara inn í smábæ. Já, nei, veistu, ég bara veit ekki. Þú verður bara að hafa samband við ykkur sem er miklu betri í þessu en ég, eða bara... En veistu eitthvað á hverju mig dreymir ekkert kynlíf? Nei, ég veit ekki, sko. Herðu, ég verða bara hana... En það er ekki það ég... Þetta er på netinu, sko. Það er ekki það að ég sé ekki graður. Ég heyri þér. Ég er alveg graður, sko. Það var of mikið það að ég var í graður. Þetta er þetta kannski eitthvað sem á bara heima hjá okkur á mánudu, að fá fólk til að ráða í drauma. Sko það stóð bara hjá henni draumaráðninga eitthvað. Já, þessi var nefnilega, þetta var brófst mikið case sem var að fá þarna í hendurnar. Já, en ég var búinn að gleyma því sko að ég nefnilega hringdi líka í sjoppu og það var ekki þarna. Ég held að það kæmi með þessu. Já. En ég spilaði það bara næsta mánudag. Já, algjörlega. En þetta er gaman að þessu, ég hefði mjög gaman að þessu. Þetta er eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað, ég held að sé ekkert hægt að ráða í drauma. Ég veit ekki, maður ástand ekkert að vera að staða af eitthvað svona.
Nei. Þetta allavega, ég held að draumar hafa ekki forspárgildi. Ég held að það get ekki spáð fyrir eitthvað sem eftir að gerast. En það getur kannski verið sér þetta vinnur eitthvað sem er búið að gerast. Já, en mér finnst eins og er mjög gaman að dreyma, það er ekki það? Já, ég þoli stundum ekki að vakna. Nei, brjálaður. Ég hef lent í þar í draum. Sem ég vaknaði, þá var ég bara, ég var eitthvað í snekki og eitthvað. Ég hafði engan áhuga að vakna og fara að skafa bílinn minn. Þá var maður reiður. Kannast þú þennan? Já, þetta ekki fyrir 50 Cent eða fyrir eins og að kalla sig með In The Club. Vitamin Water kongurinn sjálfur. Það er langt sér að heyrðum eitthvað gott frá honum. Já, því að hann vantar ekki penning. Nei, hann vantar ekki penning. Ég er enda, hann var alltaf minn uppáhaldsrappari. Ég held með honum að mæti Kanye og eitthvað. Já, það er líka því að hann á svo flotta sögu. Hann er alltaf búið að skjóta kjaftinn næstu í burtu. Hann er búið að skjóta 9 sinnum eða ekki eitthvað. Jó, er ekki. Og í gegnum munnin. Já, hann lifir þetta alltaf. Já, ódreipandi. Bulletproof. En ég ætla að segja þér hérna frá, svona einu áhugaverði sem ég var rekast hérna á netinu. Já, ég er alltaf gaman eitthvað áhugaverði. Það ekki? Jú. Það er verið, hérna listi yfir hvað frægt fólk út í Bandaríkjunum er að taka fyrir að mæta í partí. Sem sagt, sumir bara mæti í partíið og aðrir er að gera eitthvað, syngja eitthvað. Ég ætla að lesa þetta fyrir til dæmis eins og Jessica Simpson. Hún tekur $100,000 fyrir að mæta í partí og það er sem sagt ef hún þarf ekki að syngja. Bara mæta, bara vera þarna. Já, 12 milljón íslenska króna kostar að fá Jessica Simpson til dæmis bara í Bond-partíið eða eitthvað. Okay. Það er út að halda partí. En þá ætlar hún ekki að syngja. Þannig en okkur viltu fá Jessica Simpson í partíið þetta og hún ætlar ekki að grípa í mækinn? Það er bara til að sína... Bara til að hafa náttúrulega í hófna? Já, örugglega. Það er bara til að sína að hún sé að gútara þetta pródut sem hún ætlar að markasetja. En svo kemur hér Michael Bublé. Hann tekur eins og $300,000 sem eru, það er 12, 24, það eru 36 milljónir fyrir að syngja í 2 tíma. Myndi maður ekki frekar splæsi í það? Fá Michael Bublé til að syngja heldur en á Jessica Simpson og einhverju fyllir í hann út í hófni? Bara, let me go home. Já, frábær. Og til þess að fá Kelly Clarkson sem vann fyrsta American Idol keppnina, hún rukkar það sama, hún rukkar $300,000 fyrir að mæta í partí og tekur eins og það stendur hér svona 2-3 lög fyrir þig. Ok, hún er dýrari texti á henni. Já, heldur en Michael Bublé. Bublarunum. Já, því hann syngur fyrir 2 tíma sko. Já. Beyoncé Knowles tók $2 milljónir eða 260 milljónir fyrir að syngja í nýjárspartíi. Fyrir hvern og það? Eitthvað St. Bart's dæmi eitthvað. Já, ok. Það var svona eitthvað private party. Já, ok. Og hvað, bara nokkuð lög eða? Já, 260 milljónir. Ég ætla að vona hún að það sungið nokkuð lög. Já, tekja tíma prógram myndi ég vilja fá fyrir hennar penning. Allavega. Já, bara. Svo er það hérna Charlie Sheen. Hann kostar $200,000 eða 26 milljónir að fá hann í partíið þitt. Og hann gerir ekki neitt nema að vera þarna bara á helsa upp á liði. Hann rústa partíin held ég. Já, hann er náttúrulega hættur núna. Já, hann hættur að drekka alveg. Já, það er reyndar rándýrt að fá Charlie Sheen í partíið þitt. Við verðum að gefa henni það. Já, þá er þetta gott partí. Já, þetta er með þess að það var það gott partí hjá mér helgina. Charlie Sheen lít sjá sig. Já, nákvæmlega. En það kostaði líka 26 milljónir. Já, akkurat. Og svo er það hérna Paris Hilton, hún tekur $100,000 fyrir að mæta. Það eru 13 milljónir. Sama Jessica bara. Já, sama Jessica Simpson, hún gerir náttúrulega ekki neitt. Það er líka, ef þú ert að fá Paris Hilton í partíið, þá vilt ekki að hann syngja, þannig að ég heldur að það sé bara sanngjarnt. Það er einmitt með Jessica, þá er fólk kannski hugsa svona, ætlum það ekki í lagið? Nei, bara ég vona ekki. Já, með Jessica Simpson. En þá getur fólk hugsað svona, heyrðu, hún geti kannski tekið lagið. Ég ætla ekki að fara strax. Ég held að Jessica ætla að syngja þér. Já, af því hún er hérna. Já, af því hún er hérna. En Paris Hilton, það er bara nóg. Ég sá hana þarna og hún var jafn óhugaverð og hann er í blöðunum. Þannig að ég er farin heim. Cher, the legend Cher, hún tekur $1,5 milljón fyrir að mæta. Mæta bara? Já. En er þetta Cher? Cher, ég meina hún er Cher á báti. Já, Justin Bieber tekur $1 milljón, 120 eða 130 milljónir tæpar. Og er ekkert lag sem fylgir með? Nei, hann bara kemur í partíð og er þetta með þér. Já. Þetta er heldur langur listi. Kristína Aguilera sem þið fyrir sjoppil og ekki nóg flott í dag. Hún er að taka klukkutímin í henni eru 130 milljónir. Með tónlist á það? Já. Ok. Hún syngur aðeins. Já, hún syngur vel. Hún tekur það enginn af henni. Já, hún er frábær sönguna. Hún getur tekið Jagger-lagið. Já, Moves Like Jagger og eitthvað. En ég fór samt sko að pæla. Ef þetta væri á Íslandi. Já. Fyrir hvern myndur þú borga fyrir að mæta, það er náttúrulega eitt og það fær skemmtikrafta eða söngvar til að koma að syngja höður og svona. Það er mennur ráðum sem veistlustjórar og svona. Já, við þekkjum það. En þú verður bara að halda partí sjálfur. Hvern myndur þú vilja fá bara í partíið? Bara til að koma. Já. Og mæta. Bara svona eins og Jessica Simpson og Paris Hilton eða að gera.
Ég var alveg til að fá Bubba bara til að setja út í horni. Ég held það líka. Ég myndi fá Bubba og Björka Halldórs. Bubbi Mortens væri flottur. Já. Bara hvað er Bubba að gera hérna? Æja, hann er bara hérna. Já, hann lítið, greinlega, auðvitað þekkir hann greinlega mjög vel. Hann er best í hans. Akkurat, og Bó Halldórs líka. Já. Það er svona væri flott að vera með hann líka. Þeir eru að rukka slatta þegar taka lagi, sko. Já, algjörlega. Ég myndi taka Egil Ólafs líka. Ég myndi taka öll þessi legend. Já, Egil Ólafs, það væri flott að hafa hann í partíinu. Já. Það ger ekki neitt. Já, Óla ger til að mæta með reykvélina sína, það getur nú ekki kostað mikið. Nei, ég myndi ekki borga fyrir það. Það væri samt stemming. Já, algjörlega. Óla ger til að henda þetta í eitthvað. Já, algjörlega. Hoppukastala eða eitthvað. Hann kann nú alveg að halda partí. Já. Hann má eiga það, kallinn. Byttu fyrir þér. Ef einhver kann að halda partí, þá er það ólíkir. Nákvæmlega. Þetta er hann heitir partí. Hvað myndi kosta að fá Sóla Hólm í partíið sitt? Það fer eftir hvað ég ætti að gera. Ekki neitt, bara mæta og vera þarna með liðinu. Já, ég ætti að vera fullur til dæmis. Þá myndi ég rukka ekstra. Rukka er ekki þægilega að vera fullur bara? Nei, þá þarf ég að taka þingun og alltaf einn eftir. Góður punktur. Já, þannig að ég myndi setja svona 60% álag. 60% álag þegar þú þarf að vera fullur? Ég þarf að vera fullur. Já. En annars er þetta að fá þig fyrir hvað? Hangi partíinu fyrir 40 skall? Já. Það er ekki. Sóli Hólm mætir í partítuðin, gerir ekki neitt. Ekki neitt. En svo gætur þú líka verið með, ef þú til dæmis beðir að taka Herbert Guðmunds eða Pál Óskar, þá bara tíkall. Bara tíkall fyrir hver eftir hermu. Já, bara bætist á. Í seðlum. Nei, þetta er vinnan þín. Hey þú, já þú, viltu næla þér í splunkunni að iPhone 5 síma? FM 957 og 1011 í samstarfi við eSíman.is vilja gefa þér iPhone 5. Endur í næstu verslun 1011 og keyptu Stimmuroll og þú ert komin í pottinn. 5. 1. nóvember verður síminn dregin út í beinni útsendingu hjá Heiðari Ausmann. Einnig verða gefnir frábæri aukavinningar frá Stimmuroll. FM 957, 1011 og eSíman.is. Kíktu við í Warehouse því nú er 30% afsláttur af völdum vörum og 25% afsláttur af öllum töskum. Warehouse Kringlunni. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifenda. 25% afsláttur alla sunnudaga í skemmtigarðinum í Smáralind. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Allt fyrir áskrifundur. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og það er komið að dagskrárlið sem við höfum ákveðið að kalla bara eftirhermuhorni. Já, ég held að það lýsi því best. Já, þetta er ekkert stórkostlegt nafn á þessu lið. Nei, þetta er ekki mjög úthugsað kannski. Nei, en við erum með bestu eftirhermu landsins, Sóla Hólm hérna í stúdíónu og þú kommentar ekkert á það? Akkur ekki að gera það. Það er ekki svo að bulla. Nei, allavega eins og besta, ef ekki svo besta. Ef ekki svo besta, já. Það er kannski svona öruggari leið að segja það. Já, og hérna, við erum búin að vera með Pál Óskar, Herbert Guðmundsson, Shaggy og fleiri, en við ætlum að halda hans áfram með Shaggy, því að það er einhvern veginn þægilegra að stríða fólki erlendis. Já. Það er nokkuð ljóst að það er ekki verið að hlusta á þáttinn í New York. Nei, ég held að þú eigir svolítið langt í land með það. Kannski einn daginn. Kannski einn daginn, ég sé ekki og minnir aldrei vera frægur í New York, en það er svolítið í það. Já, það er allavega ekki verið að hlusta á FM 95 blöð þar held ég. Og það sem við ætlum að gera er, við ætlum að láta Shaggy vinn okkar panta hótelherbyggi á Mandarin Oriental sem er eitt flottasta hótelið í New York. Ok. Tjekka bara á sem. Jú, og með skrítnar þarfir. Já, hann minna, þetta er Shaggy súperstjarna. Já, hann vil hafa með sér apa og eitthvað svona. Reyndar þú að segja það, væri ekki til í að eiga apa? Jú, en hann mætti ekki vera mjög stór. Nei. Ég myndi svona svo rossátt í Friends, kannski. Já, svona baby monkey. Já, ég held það. Thank you for calling Mandarin Oriental New York. All of our representatives are currently... Good afternoon, thank you for calling Mandarin Oriental New York. Mary speaking, how may I assist you with your booking today? My name is Shaggy. Very well, Mr. Duggett. And for what day can I assist you with your room? I need a big room because I have to bring do you have a room with a piano? None of our suites currently have a piano, but we do have lovely suites that are that might be able to be large enough for you and your guest. Yeah. And for what day were you looking forward to coming in? It's
I don't remember. I think it was the 28th November. I'm going to play at the Mad Lab Stadium, performing music. Very well. I'm happy to say that currently our presidential suite is available. We do have a 2-night minimum. Right. Fantastic. Is it okay to bring animal? I have a monkey. Very well, sir. Unfortunately, the only pets that we allow will be dogs, and they have to weigh 20 pounds. It's a small monkey. I can keep it on my shoulder. How much to bring my monkey? Very well, sir. Unfortunately, they're not allowed. Is there anything else I can assist you with today? So I can't bring my monkey? Unfortunately, the Mandarin Oriental New York property does not allow other animals than just small dogs in the rooms. Even though it's a small monkey, I can keep it in a box? Unfortunately, sir, that is our policy. I am very sorry. Okay. How about party? I'm sorry? How about some party in my suite? I want to bring my lady. Maybe grant a woman access to my villa. So can I grant some ladies access to my villa? Okay, very well. In the evening? I'm so sorry. If you need any further assistance, you can certainly contact us by email or by phone call. But is there anything else I can assist you with at this time? I need to know if I can throw a party in my suite. Maybe after my concert. Maybe grant a few women access to my villa. Can I grant some women access to my villa? Some ladies? Hún var ekki að kaupa partíið þarna í lokin. Ekki heldur apan? Nei, sko, ég held að þú varst búin að ná henni fyrst. Já. Af því hún var að tjekka á Presidential Suite og eitthvað. Ég held að væri Shaggy til að byrja með. Já. En svo hafði hún ekki keypt þetta. Nei, ég fór að biðja með apan og eitthvað svona. Já, apan og partíið. Já, ég veit það. Það er greinlegt, hvort sem þú heitir Shaggy eða eitthvað annað, það máttu ekki vera með apa á mandaninn og reyndar. Nei, nákvæmlega, þetta er bara gott, Þetta er fróðleikur? Já, þetta er fróðleikur, þetta er líka bara að vita að það er ekki, þú veist, verið að hleypa mönnum eitthvað framfyrir þó þessu stórstjórnum. Nei, alls ekki. Shaggy fær ekkert að vaða uppi bara eins og okkur. Hann fekk ekki eins og píano. Ekki píano og ekki komið með monkey, þetta er bara, þetta er glata hótel. Já, við verðum ekki hérna í framtíðina. David Guetta með Falling to Pieces eða She-Wolf og hún syngur með honum hérna, hún Sia, veit ekki hver það er en syngur fallega í þessu lagi. Þetta er flott lag. Já, þetta er flott rödd. Er þetta ekki svolítið líkt enni þetta Florence? Florence and the Machine? Já, þeir eru að segja það, ekkert ólík. Það er bara, það er nú sönguna sem kann að syngja. Heldur betur maður. Veistu hvað ég var að rekast á hérna, Sóli? Hvað? Þetta er frá því síðasta mánudag, þá var hann hjá okkur, mannst hann Gylfi Sig, fótboltamaður. Já. Og við vorum með hraðaspurningar á hann. Já, akkurat, ég maður það. Já, blaðið er hérna með hraðaspurningunum sem við tókum á Gylfa. Ok. Ég var spáðið að taka þær á þig. Ok. Það var sömu spurningar? Já, sömu spurningar. Ég var aðtöga hvort að þú getur svarað en þú ert bara að svara eins og þú samt. Algjörlega, þetta er bara heiður. Ég hef auðvitað búin að dreyma þetta sem ég var sko 19-20 ára og að hóra 70 mínútur að fá hraðaspurningar. Já, ok, það er hérna reyndar... Það reyndar kannski svolítið skrítið að þeir eru hannaði fyrir eitthvað annan náðanga. Líka, það eru sumar þarna sem ég hefði sett að ég verið að spyrja þig. Okay. Það eru marga basic-arna líka. Það er bara komið tíma á Sóli fá hraðaspurningar. Já, ég byrst afsökunar ef þetta er búið að vera draumuðin lengi að þú hefur ekki lent í hraðaspurningum áður. Já, ég vildi ekki biðja um það. Nei. Ég vildi að það kæmi svona spontan. Ok, þú varst ekki að biðja það, en ég er að koma með þér. Ertu tilbúinn? Ok, ég ætla að hreinsa hugan, býtu. Já, alveg rétt, þú þekkir reglur. Þetta er á besta bíómynd allra tíma. Snöggur? Hvað kom í hugan? Herðu, ég segi bara, shit, það kemur ekki í hugan. Ok, gaman að vera með þér í þessu. Ok, vá, herðu. Hvað kom í hugan? Ég ætla að segja bara Confessions of a Window Cleaner. Ok, hvað kveikir í þér? Kona mín. Hver er fyndnastur í landsliðinu? Rúrik Gíslason. Besta liðið í ensku? Liverpool. Hefurðu lent í slagsmálum? Já. Í hverju sefurðu? Nærbuxum. Hver er bestur í Tottenham? Gareth Bale. Besti skyndibitinn? Kentucky. Erfiðasti andstæðingurinn? Það var sennilega Conny. Já, hvað er það? Hver er það? Það var strákur sem hefur verið þrótt í. Það er að spila hann. Uppáhaldsþættir?
Núna það Suits. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Hundur. Með hverjum heldur í NBA? Lakers. Hvað setur á pizzuna þarna? Það pepperoni og rómaostur. Uppáhalds bíómyndin með Steven Seagal? Under Siege. Fallegasta kona fyrir utan maka? Scarlett Johansson. Hvaða spil ertu bestur í? Trivial. Með hvað liðið myndir aldrei spila? Manchester United. Breiðablik eða FH? FH. Besta Bon Jovi lagið? Það hérna Bed of Roses. Ef þú mættir hitta hvern sem í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Bara Steven Gerrard. Besti fótboltamaður allra tíma? Messi. Hver er skemmtilegastur á æfingum hjá Tottenham? Ég held að sé Marcus Walker. Það er það komið. Þú reynsaði nú ekki alveg hugan að þetta byrja. Nei, veistu það. Það fórst mjög hægt að stað. Já, hræðilegt. Því að ég veit ekki hvað er besta bíómynd sem ég sé. Ég sagði svona, þetta er svona létt, ljósblá klámmynd sem ég sagði. Já, ok. Sem ég og vinur mér horfðum mjög oft á þegar við vorum ungir. Það var ekki sýngnett í sem maður brjóst. Svona grínmyndir, breskar, ógeðslega skemmtilega reyndar. Confessions of a Window Cleaner. Það var hindi Timmy Lee sem var karakterinn þar. Og það var svona lag, skrifum This is your life. Timmy Lee, mjög skemmtilegt. Ég skil þig. Þetta eru fyndna myndir, en ég veistu það, núna þegar ég hef tíma til að hugsa, þá get ég ekki heldur svarað þessu. Nei, ég er reyndar svona mikil rosalur myndanörd, þetta er mjög létt spurningur mig. Hvað er það? Það eru bara margar, Shawshank Redemption. Já, hún er góð, það er svo margir sem segja hana, ég hugsaði alveg, sko. Já, Cable Guy. Já, Taken. Taken 1 er stórkostleg. Forrest Gump. Frábært. Pulp Fiction. Þetta er allt sem að, þetta bara ég er gjörsamlega frá. Under Siege 1, Under Siege 2, Out for Justice, Nico, Glimmerman, allt stórkostlega myndir. Algjörlega. En þetta var, en varst ekki ánægður að ég vissi gat nefnt Seagal-mynd? Já. Leiðilegt að fólk getur það ekki. Já, mér finnst það eiginlega bara svona pínu disrespektur að það. Já, ég var grjótharður Seagal-maður þegar ég var yngri og það var ekkert, þú veist, ég er ekkert á mótunum í dag, ég bara fylgist ekki eins mikið með honum. Nei, Steven Seagal er gjörsamlega með þetta, en svona í lokin varstu eitthvað í íþróttum, Sóli? Varstu íþróttamaður? Nei, ekki íþróttamaður, ég æfði fótbolta, Þrótti. Varstu góður? Nei, alveg hræðilegur. Byrjaði 13 ára, æfa, það er svona útskýring, seint, allt og seint, það var ekki touch við það, en ég samt náði stjarnfræðilegum framförum. Það er í alvöru tala. Þegar ég byrjaði þá var ég jafnfættur og báðafættur. Ég vissi ekki hvort ég var réttfættur eða að ég bara fór allt út allt. En svo var ég get alveg skotið með vinstri í dag. En hver var svona þinn helsti kostur sem fótboltamaður? Ég held að það hafi verið Hvað var skemmtilegur í klefunum? Ég held að það verið í klefunum bara, já. Ég get ekki nefnt neitt sem fótboltamaður. Ég held ekki. Nei. Þú varst góður í klefunum? Fínn í klefunum, mjög góður í klefunum. Þessi stúlka heitir Adele með lagið One and Only. Nýbökumóðir og við sendum að sjálfsögðu kveðjur. Já, við sendum kveðjur yfir hafið. Hún var eignast lítinn strákum helgina og já, bara fallegt og ætli næsta plata hennar verið þá svolítið barnið hennar eða? Nei, sko, er það ekki svolítið búið að láta heila plötu snúast einhvern krakka? Já, en sko, náttúrulega síðasta platið henni sem var stórkostleg, fjallaði mikið hún var í ástasorg. Og þetta... Þetta voru sanna tilfinningar? Já, þetta er að verða bara eins og sögulegasta plata allra tíma. Það er á góðri leið með að fara að ná sko plötum eins og bara Bad og öðrum. Já. Jackson, ég held að ná henn og engin thriller. Nei. En sko þar var hún mikið að syngja bara sem var að gerast í lífinnar. Þannig að ef hún heldur því áfram og þá er það bara ástfangin og komið barn og... Já. En nennir einhver að hlusta á það? Það er mitt máli, sko ástarsorg eða svona ástarvesen eitthvað, það er eitthvað sem allir geta tengt við, held ég. Já, enda syngja mikið til dæmis, þú heyrir ekkert lag með Kelly Clarkson á hans sem grenjandi, sko. Nei, akkurat, og það er allir einhver að frýtla með hann eða einhver að rífast við kellinguna eða eitthvað svona, það geta allir tengt við þetta, það er allir lent í þessu, en það hafa ekki allir eignast börn. Nei. Þess vegna er það miklu minni markhópur. Ef þú ert að fara að syngja með þessi búin eitthvað krakka, þá held ég held að það sé jarðsprengjusvæði. Já, en getur að setja í svona eitthvað smá, hvernig væri það? Bara á ensku þá var það? Já, bara eins og þarna, núna voru að hlusta One and Only, hvernig heldur að það hefði verið að fjalla hann og Bad? Það hefði verið eitthvað, þú veist, Give you a new diaper, baby, and I put you to sleep, eitthvað svona, sko. Er það ekki eitthvað svona, You're the diamond in my life, eitthvað, You're the diamond in my life. Jú, akkurat, the apple of my eye og eitthvað svona, sko. Já, færi svolítið út í það, eftir. En það er, sko, ég kom inn á hér áður að það er bæði eins og Kelly Clarkson, og sérðu til dæmis Adele og Alanis Morissette, þær eiga það allar sameiginlegt að hafa stórgrætt og erfiðum sambandsslitum. Já.
Akkurat. Og Alanis Morissette hefur aldrei náð jafn góðri plötu og hún gerði þarna þegar hún var að hefna sín á þessum fyrirhandi kærastar sinn. Nákvæmlega maður, djöfull að það er góð plata. Já, þannig ég held að sé fyrir svona tónlistamenn þá held ég sé ágætt að bara gangi í gegnum slíkt. Já, algjörlega. Já, ég meina þú veist höfnun og geta sungið listamenn þurfa að upplifa tilfinningar til þess að geta tjáð sig ykkur. Til þess að geta nota listina til að tjá sig í gegnum hana. Hvað henda þér best að þú ert að semja lög? Þegar ég að semja? Já. Það eru tilfinningar. Já, það er eitthvað... Spila mikið inn á tilfinningar. Já, það er bæði gleði og reiði, sko. Já. Það er svona, ef ég lesi eitthvað í blaðinu ykkur afskriftir eða eitthvað, þá fer ég bara að semja alveg brjálæður, sko. Bara okkur þar hann afskriftir. Við ætlum að fá hér örstuð skilaboð, svo það lagið á leiðinni heim og ég er með þrusulag handa ykkur í dag. Kæru hlustendur. Ég fekk einmitt mjög góða viðtökur síðast fyrir myndir. Já, myndir með skítamál. Fólk var reyndar ánátt með það. Ég gerði það. FM 957 kynnir hleðslu íþróttadrykk með súkkulaðibræði. Hleðsla fæst nú í fernum með súkkulaðibræði. Fylgstu með á FM þar sem við munum gefa helling af þessum magnaða drykk. Heiðar og Pétur munum spyrja löfléttra íþróttaspurninga næstu daga og þeir sem svarar rétt fá kassa af hleðslu í velun. Í hleðslu er engin hvítur sykur, engin sætuefni og er eini drykkurinn sem inniheldur eingöngu íslensk prótein sem unnin eru úr íslenskri mjólk. FM 957 og hleðsla. Hæ, Jón Jónsson hér, tónlistarmaður og hagfræðingur. Ég verð með fræðslufundum peninga fyrir fólk á framhaldsskólaaldri í Arion banka á morgun, þriðjudaginn 23. október. Ég ætla að tala um markmiðasetningu, mikilvægi þess að velja og hafna og svo spila ég nokkur lög í lok fundar. Pizza í boði og allir í þvílíkum fíling. Nánar upplýsingar og skráning á arionbanki.is. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álækjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza, síminn 581 1515. Ert þú fjárfestir framtíðarinnar? Taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum VIB fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu til leiks inn á vísir.is. Wonder og Emily Sandé. Eins og þetta er nú góð sönguna, þá hefur nú heyrt flottari lög með henni. Já, þetta er ekkert sérstætt lag. Nei, þetta er ekkert spes. Þetta er lagi, en já, þetta er einhvað síður stórkostlega sönguna og ég var að sjá hérna, að segja Vala Grand er hætt á Facebook. Vistu það? Já. Hún er að draga sér rosalega úr, já, svona, hvað maður að segja, úr sviðsljósinu. Já. Og ég fór líka bara að hugsa það var helviti langt sem maður heyrði eitthvað af henni. Já, hún er alveg búin að kúpla sig út. Já. En hún er líka bara komin í allt aðra stöðu. Nú? Ég meina, hún er orðin 4 barna stjúpmóðir. Já, reyndar. Hún útskýrði það fyrir okkur hérna einu svona FM blöð. Og er með, bara búin að kynast yndislega manni. Já. Og gengur rosa vel hjá þeim. Já. Já, þau eru rosa ástfangin. Rosa ástfangin og hérna, sko ég hugsaði bara alltaf með Völu þegar hún var að leita svolítið að sjálfur sér held ég á tímabili, þú veist, hún var alltaf út allt og hérna, gasbrandi allt sem var að gerast í lífinar og fór lengra með það heldur en margir aðrir sem er að leita miklu lengra, já, algjörlega og ég hugsaði bara hún á eftir að þroskast og hætta þessu og jafnvel sjá eftir þessu og eitthvað svona þú sér alveg hvernig þetta er, þegar menn koma fyrst fram á sjónasviðið í fjölmiðla oft þá eru þeir alveg eins og hálfvitar já, bara svona eins og beljarnir á sömurinn já og ekki það hún hafi verið eins og hálfviti, ég segi það nú ekki, hún hafi sér ekki eins og hálfviti. Nei. Það myndi ég aldrei segja. En sumir eru aðeins svona viltæri. Já. Svo fyrir fólk að passa sig og verður oft bara leiðilegt þegar það fyrir að passa sig. Þess vegna hefur Vala vit á því bara í staðan fyrir að vera að segja einhverja klísjur og leiðilegheit, að hætta þessu. Já, bara kúpla þessu. Hún er, þegar þú segir það svolítið, þá er Vala Grand bara búin að kúpla þessu svolítið út úr þjóðfélaginu. Hún er bara búin út úr sviðsljósinu. Já, en hún var líka að lyfta grettistaki í umræðunni fyrir transfólk. Já. Þú veist að þetta er, hún var einn fyrsta sko transkona sem að varð svona einhvern veginn glimmerpía. Já. Hún var ekki fyrsta svona celebið en fyrsta svona... Nei, já, annað svolítið rutt í brautina. Já. En hún var svona glimmerpía sko. Já. Þú veist, í þessum transheimi. Já. Og svona einhvern veginn Já, hugsaði vel sig og svona og var í flottum fötum og svona. Já. Þú veist, þannig að... Svona glamour. Já, glamour pía. Já.
og þannig að hún svona einhvern veginn opnaði nýja vídd í transheiminum. Já, nákvæmlega. En svo fór ég að pæla hérna líka, ég var að fara yfir fréttir vikunar og sá ég var að skoða þetta myndir úr James Bond partíinu sem var á föstudaginn. Jóki G kann náttúrulega að halda partí. Já, hann bara með masterskráði því. Það enginn að fara að taka það af honum. Ó nei. En eitt sem ég skil stundum ekki, það eins og til dæmis, sko, sumir á gestalista þarna mæta, ég komst persónulega ekki, fór ekki sjálfur og ekki þú heldur. Nei. En veist eins og ég sá, þetta var alveg stór síða í Fréttablaðinu í dag og svo þetta inn á Vísi. Fólk sem ekki í partíinu, sem ekki drullu sama? Sérðu fyrir einhver hjón sem að vakna mánudagsmótni? Ástu mín, varstu búin að sjá liðið í Bondpartíinu? Nei, gottu, þetta er að risa síðu í Fréttablaðinu. Einhverjum ekki drullu saman? Já, einhver vakni bara að stilla í klukkuna, bara ég ætla að hlaupa niður og segja Fréttablaði núna og eða bara kíkja á svona myndir. Það kom alltaf bara svona risa greinar þetta og eitthvað og ég held meira þess að foreldrunum þeirra sem voru í þessu partíi sé drullu sama hvort það verið þarna ekki. Já. Það er þó að einhver mamma hafi straujað hvítu skyrtuna og svart og hvít þema. Nei, þetta er alveg rétt og þetta er auðvitað með svo mikið svona. Já. Það er svona dóti og fyrirsagnar oft svona eitthvað, þú veist, var bara allt flottasta fólki mætt þarna. Já, stundum eins og sé verið að reyna, sko, til dæmis eins og nú maður að vinna í þessum bransa. Maður hérna í útvarpi og verið í sjónvarpi og stundum ferðu á eitthvað svona viðburð þá stundum eins og blaðamennirnir séu að leika sér að því að láta viniðina bögga þig. Fyrir að, til dæmis, eins og einhver fyrirsögn eins og allt flottast og fræga liðið mætti, eitthvað svona, og maður bara, maður fær svona bara kaldan svita, bara, shit, fæ að heyra þetta núna. Þeir líður bara illu þessu. Í stæðan að segja bara Bondparty gekk vel, eða eitthvað svona. Þá er eins og sé verið að reyna að finna fyrirsögn sem að gera þetta verra. Já, algjörlega, og það sé sem sérstaklega eins og hérna í hver á fyrirsögnum við Bondparty, manstu það? Nei, ég er ekki með Fréttablaðið hérna, það var hérna áðan, ég var bara með þetta á Vísi. Já, akkurat. En það var ekki neinn svona fyrirsögn núna reyndar. Nei, akkurat. Þetta var nefnilega fólk bara allstaðar að. Já. Í partíinu. Maður þekkti ekkert alla sem voru þarna á myndunum, sko. Nei. Þetta var fullt af venjulegu fólki líka. Venjulega fólki. Venjulega fólki fekk að koma líka. Já, en svo fyrir utan það, þá náttúrulega nokkrir sem að kannski opna þetta og drullu sama. En svo líka, þú veist, ef þið var ekki boðið, ákveður að vera að tróða þig svona í andlitið á fólki. En, veistu það er reyndar, ég veit fólk sem að býður eftir síðu heyrt til þess að sjá þetta. Nei, er það? Ég í alvöru, ég hef heyrt af þannig fólki sem að situr siðu heyrt, kannski að vinnustaf og rífu það upp og fer út í hótt bara og les bara hverjir voru hvar. Trúðu mér, annars myndi þetta ekki ganga, annars væri enginn að skoða það. Það er markaður fyrir þú. Já, blessa verður. Þetta er alveg, það er þó að ég meina, þetta er svo nálægt okkur, skilur við. Og ég barast það. En Jóki G, hann kannski alveg að halda partí. Það tekur það enginn. Nei, þetta var James Bond, það var enginn dýratna og enginn eldgleipur, en þetta var samt fínt hjá hann. Já, slapp. Skulum fá þægileg heit hér. Þetta er hrikalega gott lag og heitir Dýrði í dauða þögn með honum Ásgeiri Trausti sem að gera allt vitlaust þessa dagana. Dýrði í dauða þögn. Það er kannski að gera nýta taki fyrir Óskarstúlt stelpunum í Gerplu innilega til hamingju með titilinn helgina og svo að sjálfsögðu íslenska kvennalandsliði fótbolta sem gerði sér lítið fyrir og vann 3-2 á útivelli í Úkraínu. Þannig að stelpunar okkar að gera góða hluti hvort sem að það var í fimmleikunni eða fótbolta helgina. Við erum stelpur út allan heim. Maður er ánægð með þetta og áskæði þeim öllum til hamingju. Horfður á stelpunnar í fimmleika stelpunnar á laugardaginn? Eða varstu á þunnur? Nei, ég var ekki á þunni, ég var bara að taka þátt í það sem heitir vítakeppni gilda böksins. Þannig ég mistaði því miður. Já, ok, hvað var það? Þetta er einu svona ári í okkur, þá keppum við vítaspyrnukeppni og svo farið að horta á leikina í ensku og svona. Já, eitthvað svona brennivins tengt. Svona happin, hvað, fara að tengja allt við brennivin hjá þér eða? Bara vítaspyrnukeppni og hafa það kósi. Já, ok. Vittlega sér þetta. Þú vannstu það? Nei, ég hins vegar fór í úrslit og það var illa pirrandi. Hjörvar Hafliðarsson, afsakað orðbróði, hann eyðilaði fyrir mig víta. Sko, við vorum 10 eða eitthvað í byrjun og ég var komin í úrslit og vorum 2 eftir. Gulli landsliðsmarkvörður í markinu. Hann var í markinu, já? Já, í vítaspyrnukeppninni. Svo þegar við vorum bara 2 eftir, þú mátti misnota 2 spinnur. Þegar þú varst búin að klúðra að seinni spinnun, þá varstu dottin út. Og þegar við vorum 2 eftir, Hjöbbi var svo andum það að ég myndi ekki vinna þetta því hann sagði ég er óþolandi allan daginn og allt kvöldið. Hann byrjaði að bera á sér raskatið á bak við markið þegar ég var að taka vítin.
ógeðslega óþægilegt og hann ekkert með minnsta raskat í heimi, sko. Nei, það fer nú hérna langleiðina, sko. Já, en ég sá bara það. Já, auðvitað. Og hann tók mig, ég viðurkenni, hann tók mig á taugum, ég klúðraði báðum spilnunum mínum þegar ég var komin í 2 mínútur úrslit. Það fór allt í raskat bara, þarna, það fór allt bara í raskat. Já, sem var sorglegt, en ég lenti í öðru sæti. Já, ok. Já, það hefur áhrif að vera með svona þarna á bakvið. Vera með raskat á bakvið? Já, þetta var bara eins og fullt tungl hefur síðan. Það er ríkala pirrandi. Já, ég hef einhvern tíma séð raskatið á hann, já. Það er langt síðan, sko. Já, og sér hann náttúrulega bara í fötum. Já, ég er að meina að ég hef síðan bært eitthvað tímann, sko. Nú, já. Já, það er nú einhvern tímann, það er komið allt og mörg, já, eitthvað fyllir í, sko. Eitthvað flittur og búin að fá okkur að svo marga? Já, það var eitthvað grill í gangi, mörgum ára síðan. Já, en hvað gerðu þú á laugardaginn? Varstu þú að horfa á stelpunnar í 5 leikunum? Já, ég horfði á þær, alveg bara satt límdur í sjónvarpi, ég horfði bæði á Chelsea, Tottenham og stelpunnar, þetta var í gangi þá á sama tíma, sko. Ok. Og já, þetta var frábært. Ótrúlega skemmtilegt. Gaman að þetta var svo bara, já, ég var mjög stoltur. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt sjónvarpsefni. Heldur þú að það verði aftur framan á símaskráni, Gerplu stúlkurnar og Gilsarinn með þeim? Já, ætli það ekki. Já, það er ekki hárlegt. Þetta er besta markastrykkin. Já, þetta sem virkaði. En það er komið eins og núna læginu á leiðinni heim. Þetta lag hefur verið spilað áður í læginu á leiðinni heim og það er ekkert ástæðalausu. Þetta er eiginlega bara uppáhaldslægið mitt. Hvað er það, myndir eða? Nei, þetta er svona nettur mánudagur í þessu lagi. Ok. En ég má lítið mat með innan við 450 hitaeiningum, lítilli fitu og innan við 2 g af salti. Betra lífréttirnir frá 1944 fást í næstu verslun. Veldu betra líf með góðum mat. 007 reporting for duty. Skyfall, frumsýnd 27. október. Forsala hafin. Byrjaðu í CrossFit. Aðeins 7.990 krónur á mánuði og engin binding. CrossFit Kraftur, Suðurlandsbraut 6B. Stórleikir í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu á þriðjudag og miðvikudag. Sjáðu Manchester United, Barcelona og Chelsea á þriðjudag. Og Real Madrid, Arsenal og Manchester City á miðvikudag. Þorsteinn Jóð og gestir á sínum stað fyrir og eftir leikina. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijú. Trompraði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þeir að hlusta hér á FM 95 blöð. Auðvitað og Sól er búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. Klukkan að verða 6 og Rikki G er að fara að mæta hér á sína vakt. Hvað er þetta töðið því? Þetta er það gott lag. Þetta má vera já. oft. En það er búið að vera ansótt. Þú list svona svona, já, ég spilaði þetta einu sinni áður. En þú spilaði svona 35 sinnum áður, myndi ég halda. Ég spilaði nokkur sinnum. Já. En þetta var sjálfsögðu Band of Horses með lagið The Funeral. Eitt af mínum uppáhalds. Svona 3 í mánuði allavega. Nei, það verður ekki svo langt. Ég held ég að vera að spila þetta í svona 3. sinn. Nei. Ekki. Nei, það var einhver annar að spila það líka því að okay. ég veit allavega svona 12 sinnum. Nei, rolleður. Ég er ekki tóka. Ok. Hvað stendur við þetta lag í kerfinu? Er þetta ekki inn í kerfinu kannski? Nei, ég tekið þetta inn í tölvunni sko. Já, bara til þess að geta sannað þetta. En það er hins vegar, við ætlum að fá dagskrána í kvöld og ég er með betta fyrir þetta allt. Sæktum bláa kortið á ringtorg.is og náði Ringtorgs-appið í síman. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Já, náðið Ringtorgs-appið, þá getið þið séð dagskrána á Stöð 2, en Sóli, þú ert með hana, eða ekki? Já, þakkum Ingo Eystens fyrir þetta skemmtilega lestur. En í loftinu í kvöld, þá verðum við með Jamie Oliver sem að byrja klukkan 8. Það er enda frábæri þættir. Já, þetta er síðasti þátturinn. Sjötti þáttur á 6. Hann er grjótharður að núti. Algjörlega, við fylgjum þessum boðskap sjálfir, þannig að við erum mjög ánægð með þetta. Já, við viljum holla mat. Algjörlega. Herri, svo erum við að tala um Ferli Líkar, þar beint og eftir. Þegið, ok, skvísan, laga skvísan, mætt þarna. Svo kemur fréttakleifin, Newsroom, beint og eftir, 21:40. Það er drullu góðu þættir. Mjög góðu þættir, hann er líka okkar maður hérna, Dömmer. Jeff Daniels, já. Og hann sko, það er mjög fyndið að gaurinn sem að lék hérna í Dömmer getur verið svona grjótharður hérna. Já. Og þetta eru með betri þáttum í sjónvarpi í dag, nú er ekki að fýblast henni sinni. Nei, ég er alveg sammála því. Frábæri þættir. Herri, svo endur við þetta Who Do You Think You Are, sem eru breski þættir, þar sem að leikarar eða frægir einstaklingar eru að komast á uppruna sínum. Já, ok. Ég hef ekki séð það. Nei. Kannski ég tjekka það. Já, gera það. Hvað ætlum þú að gera í kvöld, Sóli?
Heyrðu, ég held að ég muni bara horfa á sjónvarpið. Já. Hugsa ég. Kíkja á newsroom og eitthvað? Kíkja á newsroom og svo fær ég bara inn í rúm. Ok, newsroom og inn í rúm. Þetta skemmtilegt og þetta ástæðan fyrir að stinna með mér á mannlutum. Það svona efni. Svona grínefni. Já, svona grínefni. Við þökkum kærlega fyrir hlustunum í dag. Takk ég vel á móti Rikka, hann verður með ykkur til 9 kvöld. Svo það Sveppurinn, Aud og Sveppi frá 4 til 6 á morgun. Ekki missa því, við ætlum að vera með hitakleifan og fleira á sínum stað. Lofum veislu. Sóli, takk kærlega fyrir daginn. Takk fyrir og svo er það magasinni í fyrramálið. Svo er það magasinni í fyrramálið. Endilega tekja á því líka og enn og aftur takk fyrir hlustunum í dag. Kæru hlustunum.